Viktorandleg fræði, 10. kafli, samskipti við aðra. Áður en innri hreinsunin hefst er gott að skoða samskiptin og tenginguna við annað fólk, því samskipti við aðra eru stór hluti af lífinu og tilverunni. Þetta á við maka, nánustu fjölskyldu, ættingja, vini, kunningja, samstarfsfólk og fólk sem kemur inn í lífið á einn eða annan hátt. Einnig getur frægt fólk svo sem tónlistamenn og eða leikarar komið hér við sögu. Óháð því hver á í hlut, þá er markmið að verða frjáls gagnvart öðrum, hvort sem það eru hugsanir þeirra, orð og gjörðir, sem og viðhorf þeirra og lífsskoðanir. Foreldrarnir eru þeir fyrstu sem hafa áhrif á líf okkar og viðhorf. Það gerist í uppeldinu þar sem viðkomandi byrjar að læra og taka til sín áhrif frá foreldrunum og kallast þetta innræting. Hún mótar einstaklingin í byrjun og þessi innræting æskunar getur varið fram á miðjan aldur og oft lífið út séu foreldrarnir, hvort sem það er annað þeirra eða bæði, sterkir og hafa mikil áhrif. Lífsviðhorfin og lífsstefnan eru oft mótuð af foreldrunum en það er engin tilviljun hverjir eru í nánustu fjölskyldu því sálirnar velja sér fjölskyldur og ættingja áður en farið er af stað til jarðarinnar. Sálir á sama aldri og með sama þroska hópa sér saman til að hjálpa hver annari að þroskast og hækka meðvitund sína. Þannig að sálin velur sér þá foreldra sem eru líklegir til að hjálpa henni og leiðbeina viðkomandi og fara þann lífsveg sem fyrirfram er ákveðin af sálinni. Því er innræti foreldrana oftast mikilvæg þáttur í þroskaferli sálarinnar. En mikilvægt er þegar einstaklingurinn orðin fullorðinn milli 30 og 40 það bil að hann brjóti af sér hlekki innrætingarinnar frá foreldrum og verði hann sjálfur og hafi sína lífsskoðanir sem á viðhorf. Þó svo að hver og einn umgangist og hitti marga einstaklinga á lífsleiðinni, þá eru samskipti við sína nánustu fjölskyldu sem á maka þau mikilvægstu. Þessi samskipti geta oft á tíðum verið mikil áskorun og skapast oft mikill ágreiningur sem einstaklingarnir þurfa síðar að vinna úr hver á sinn hátt. Einnig skapast mikil gleði og margar hamingjustundir með fjölskyldu, ættingjum og vinum. Margir lifa lífi sínu undir stjórn annara á einhvern hátt sem getur átt sér margar birtingamyndir. Margir eru háðir áliti annara og reyna allt sitt líf að þóknast öðrum og láta þar með eigin þarfir og væntingar sitja á hakanum á meðan. Aðri stjórnast af skoðunum og viðhorfum annara og reyna að lifa sínu lífi eftir viðhorfum annara eða láta aðra ákveða fyrir sig hvað sé þeim sjálfum fyrir bestu. Mikilvægt er að átta sig á því að hver og einn lifir sínu lífi. Hver sál hefur sín verkefni að vinna úr og að vinna með svo hún megi þroskast áfram sinn veg. Því er það sem á undan er talið hindrun og fyrirstaða á þeirri þroskabraut. Gott er að átta sig á því að hver sál hefur sín verkefni að vinna með, þó svo á stundum geti sálnaverkefnin verið svipuð hjá náinni fjölskyldu og vinum. Að vera meðvitaður þessa hluti er fyrsta skrefið í að verða sjálfstæður einstaklingur og lifa sínu eigin lífi á sinn hátt án þess að láta viðhorf annara og skoðanir hafa áhrif þar á. Eftir sem áður geta nánir vinir og eða fjölskylda hjálpað og leiðbent og vísað veginn og hjálpað viðkomandi að komast áfram í sínu lífi en það þýðir ekki að viðkomandi stjórnist algjörlega af öðrum. Á þennan hátt hjálpa sálirna hvor annari á þroskabrautinni án þess þó að ganga of langt í þeim efnum. Hver og einn hefur sinn frjálsa vilja og þarf að læra sem fyrst að hlusta á innsæi sitt og tilfinningar og læra að láta það stjórna lífi sínu. Það er hinn eini sanni áttaviti lífsins. Það er mikilvægt að láta ekki hugsanir, orðir og gjörðir annara stjórna tilfinningum sínum né raska innri ró sinni. Annað fólk getur haft ótrúlega áhrif á líðan viðkomandi, hvort sem það er jákvætt eða neikvætt.
Margir eru frekir og ruddalegir og ganga oft langt í ósangirni og frekju og þá er mikilvægt að láta ekki slíkt hafa áhrif, heldur halda sínum kærleiksríka viðmóti í hverri raun. Þetta er krefjandi og auðvelt er að missa tökin á sjálfum sér við slíkar aðstæður. Sálirnar hér á jörðinni eru á ólíku þroskastigi sem gerir mannfólkið og lífið fjölbreytilegt. Því eru mennirnir ólíkir í framkomu og hegðun. Líkt og áður er gott að vera meðvitaður orð sín og gjörðir til annarra og halda þeim ávallt í jákvæðni og kærleika. Einnig er mikilvægt að vera þéttur fyrir á kurteisan hátt og láta ekki aðra ganga yfir sig. Segja nei og já þegar það á við, ávallt að láta eigin vilja og getu ráða för. Einnig skal forðast illt umtal náungan og annað baktal sem á hneykslan og öfund. Hver sál hér á jörðinni hefur sín verkefni að vinna úr og geta þau verið ólík frá sál til sálar. Því geta sumir lifað lífi sem virðist á skjön við allt og alla. Gott er að styðja við bakið á náunganum og hjálpa og leiðbeina í stað þess að gagnrýna og tefja för annarra. Umburðarlyndi og samvinna eru gott veganesti í öllum samskiptum. Eftir því sem andleg opnun eykst, þá munu öll samskipti við annað fólk breytast. Skilningurinn á lífi og tilverunni sem á öðru fólki eykst jafnt og þétt og för hvers og eins verður augljós og opin fyrir þeim sem eru andlega opnir. Þá mun umburðarlyndið aukast og auðveldara verður að halda ró sinni við krefjandi aðstæður sem aðrir geta skapað með hegðun sinni og framkomu. Forðast skal að tala niður til náungans eða tala illa hann við aðra í hans fjarveru. Slíkt leiðir aðeins til eigin þjáninga og grefur undan andlegri opnun. Mikilvægt er að skilja og meðtaka að allar sálir eru hluti af einingu alls sem er, Guðsorkunni, og því er sálin hluti af öllum öðrum sálum. Sá sem er vondur og illur við náungan er því í raun vondur og illur við sjálfan sig. Illgjörn og neikvæð framkoma gerir ekkert annað en að eitra viðkomandi að innan og lokar fyrir flæði Guðsorkunar inn í líkamann, og sá sem þetta gerir hættir að lifa í samhljóm með Guðsorkunni sem er kærleikur alls sem er án skilyrða. Slík hegðun er því í andstöðu við Guðsorkuna. Það er mikilvægt að halda rósina og jafnvægi í hverri raun og nálgast náungan ávallt af kærleika og sína umburðarlyndi óháð viðhorfum, skoðunum og framkomu náungans. Það er eitt af því sem gerir hinn andlega veg hlykkjóttan og bjóan. Því það getur auðvelt að missa tökin á skapi sínu við erfiðar aðstæður og gagnvart fólki sem reynist erfitt og ósanngjarnt í framkomu sinni. Markmiðið í samskiptum við fólk er að læra að halda rósina og jafnvægi við allar aðstæður sem upp munu koma. Að nálgast náungan á kærleika og veita aðstoð ef á þarf að halda. Að skilja og meðtaka að allar sálir eru hluti af öllu sem er og því eru allar sálir eitt. Með auknum andlegum þroska og hækkandi meðvitund öðlast viðkomandi mikla visku og djúpan skilning á mannfólkinu, hegðun þess og framkomu og með þetta veganesti þá mun verða auðvelt að halda rósinu og jafnvægi gagnvart erfiðari framkomu náungans. Að verða frjáls fyrir hugsunum og gjörðum og orðum annara og láta ekki aðra raska rósinu og jafnvægi á neinn hátt. Að læra að vera maður sjálfur og standa á sínu í hverju augnabliki. Að elska náungan án skilyrða óháð þjóðerni, húðlit, kyni og skoðunum hans og viðhorfum. Allir eiga rétt á að hafa skoðanir og viðhorf sem endurspegla sálnaaldur viðkomandi. Því þetta breytist jafnt og þétt með hækkandi meðvitund og auknum andlegum þroska. Einnig er mikilvægt að geta notið sín einn og fjarri öllum. Að vera sjálfu sér nægur án þess þó að leiðast á nokkurn hátt né sakna annara. Að vera einn með sjálfum sér við og við er mikilvægt fyrir andlega opnun því þá gefst tími til að hugleiða og biðja og íhuga för sína og vegferð. Það er styrkur að geta verið einn með sjálfum sér án þess þó að leiðast. Hafa ber í huga að hugsanir
eru öflugar og hafa áhrif á líðan annara. Illar hugsanir í garð annara geta leitt til þjáninga hjá þeim sem hugsað er til. Því er einnig mikilvægt að hugsa til náungans af kærleika til að hjálpa honum áfram sinn veg, því annað mun aðeins draga viðkomandi niður. Mikilvægt er að verja sjálfan sig fyrir slíkum hugsunum og biðja Guð um vernd fyrir illum hugsunum og gjörðum annara, hvort sem það er frá hinu jarðneska og eða andlega sviði.